og það sem að Vítalía hefur sagt opinberlega hefur allt meira og minna komið í ljós að tóm tjara sem að hefur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir fjölda fólks og hún á sínum tíma, hún einmitt saði í svona einhverju léttu gríni á Twitter sko, sem að Eiríkur Jónsson gerði fréttum kíkjum á Twitter-færsluna fyrst það sem sagt hún skrifaði á Twitter í fyrra einhvern tímann og hún hefði verið að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll og þá voru tollverðir sem tók á mótinni finnum við tístið einhverstaðar Já. Þarna þetta nákvæmlega eitthvað meira vandræðalegt en að vera stoppuð í tollinum og opna ferðartöskuna og blasir við heill póki af kynlisleiktækjum gæinn starir á mig og ég horfi tilbaka veit ekki hvort hann hefði verið vandræðlegri ég eða hann þegar hann fór að spyrja mig hvað hvert og eitt tæki gerir ef við skoðum þetta aðeins nánar sko tollverðir eru embættismenn eins og lögreglumenn sem að hafa mjög sko ríkum skildum að gegna og þeir mega spyrja því sko hvað varan kostaði eða hvaðan hún upprunnin og svo framvegis en þeir mega ekkert vera að spyrja eitthvað hvað hvert og eitt kynlífsleiktæki gerir í svefnherberginu. Hvernig notarðu þetta vinnan? Hvert stingur þessi? Og þetta er í sjálfu sér mjög alvarlega ásökun. Þetta hún er að segja að einhver tollvörður hafi spurt sig hvað gerir við þennan víbrator eða og það er mjög alvarlegt því að það er atvinnurógur það ef einhver tollvörður hefur gert þetta þá er það raunveru brottrekstra sök þá bara reka mannin sko algjörlega fyrir neðan allar hellur en eitthvað segir mér hugur að Vítalía hafi einmitt skálda þetta upp fyrir 56 likes fyrir gott tíst á Twitter og gerir sér ekki grein fyrir því að hún er eins og Edda Falag á sínum tíma að væna hún var að væna starfsfólk fjárfestingabanka í Kaupmannahöfn kynbundið áreiti sem aldrei gerðist þá er Vítalía að væna tollverði á Keflavíkurflugvelli það að vera ósiðlegir dónar auðvitað sko hefði verið hægur leikur fyrir blaðamann 7. mars í fyrra 2022 að tjekka á því hvaða tollverðir hefði verið að vinna hún hefði hringt í Vítalíu og spurt hvenær með hvaða flugjum kom og farið að tjekka og gengið á tollin hvaða maður þetta, sástu nafnið hans þetta er alvarlegt mál og það væri kannski alveg ennþá hægt að finna út í því hvaða tollverðir voru að vinna þegar Vítalía kom heim úr þessari útlandaferð en eitthvað segir mér hugurum eins og ég segja að það muni leiða í ljós að þetta sé bull og tilbúningur en það er ekki talað hversu alvarlegt það er þegar þessar ágættu konur haga sér með þessum hætti á internetinu og ég er mitt sko að ræða þetta veit sko minna, veist, þetta er miklu alvarlegra eins og ég segi heldur en þetta tískefið til kynna hún kannski, ef hún ætlar að segja bara þetta var bara grín sko, hvað myndi þá Sóley Tómasdóttir segja það af því að hún er alltaf fljót að hlaupa til þegar að konur gera upp á bak eða þannig og segja að þetta sé ekki neitt þarna var sem sagt Eiríkur Jónsson sem skrifaði þetta í mars í fyrra og þetta er bara basically sami texti en Eiríkur Jónsson var eini miðillinn sem að skrifaði þetta veit ekki hvort að aðrir fjölmiðlar hafi sko bara ekki þorað að snerta á þessu en þetta er eitthvað sem að bendir aftur til þess að þessar konur séu bara mjög viljugar til þess að fara lauslega með sannleikan og hefur einhver komið í ljós það er náttúrulega búið að vísa frá þessu máli þar sem að hún sakaði mennum að hafa brotið á sér kynferðislega í viðtali og segir hún sér frá því í viðtali að þeir hafa brotið á sér en svo þegar lögreglan rannsakaði málið og þá átti nú að hafa verið vitni þarna og allt sem að þá kemur í ljós að það er ekkert hæft í þessu og málunni vísa frá á hinbógin eru þetta ennþá verið að rannsaka fjárkúgunar tilraun sem er víst skjalfest með gögnum og hljóðað upp á 100 milljóna sem er upphæð sem er margfalt hærri heldur en svo sem að Sigmundur Davíð var fjárkúgaður með á sínum tíma og
þær dömur sem að stóða þeirri fjárkúgun, þær fengu ársfangelsi fyrir vikið. Þannig að ég er illa svektur ef að réttlætið ná ekki fram að ganga í þessu máli líka, og að þeir sem að hægi sem með þessum hætti og að fjárkúga saklausa menn út í bæ fái sem sagt makleg málagjöld. Mér finnst það veri eiginlega bara það eina sem við hæfi í þessu máli.